þessi fundur heitir Trúir þú á kraftaverk? Og í dag 11. september 2025 og svarið já. Við trúum á kraftaverk af því að Guð kraftaverk, okkar Guð kraftaverka Guð og það alveg á kristaltæru. Þannig að við ætlum að bara hefja hennar lestur með bæn og ég bara þakka þér fyrir að þú Drottinn ætlar að koma með þinn heila anda inn í okkur. Þú ætlar að fylla okkur af þínum heila anda hérna í kvöld og við ætlum að sjá kraftaverk, tákn og undur og lækningar gerast fyrir þitt nafn Jesús af því að þú ert stórkostlegur, yfirnáttúrulegur kraftaverka Guð í Jesú nafni. Amen. Amen. Og við höfum öll heyrt, hafa hvert einasta mannsbarn held ég bara á allri jörðinni heyrt af kraftaverkum Jesú Krist þegar hann breytti vatni í vín, þegar hann kraftaverka læknaði fjölmarga, þegar hann gekk sem maður á jörðinni, þegar Jesús stóð á krossi og reisi hann upp frá dauðum. Og önnur kraftaverk þegar Jesús til dæmis fæddi 5.000 með 5 fiskum og smá brauði og svo framvegis. Og það kannski auðvelt fyrir okkur að segja já, en hann Guð. Þannig að þú veist, en ekki við. Við erum ekki Guð. En við verðum að hafa það í huga þegar Jesús gekk á jörðinni, þá var hann 100% maður. Hann gerðist maður, hann var 100% maður, hann var líka 100% Guð, en hann gerðist maður. Og hann fór undir það sem við þurftum að vera undir sem menn þegar við göngum hérna á jörðinni. Og hann sagði sjálfur, Jesús Kristur, þegar hann gekk á jörðinni, hann gæti ekkert gert nema fyrir föðurinn á himnum. Jesús Kristur, þegar hann kom til jarðarinnar og gerðist maður til að bjarga okkur, þá var hann sjálfur háður föðurnum og heilugum anda táknin og kraftaverkin og lækningarnar sem að hann framkvæmdi. Og Biblían, hún segir ekki bara frá kraftaverkum Jesú Krists, heldur líka kraftaverkum og táknum og undrum sem að fjölmargir aðrir guðsmenn og konur framkvæmdu líka. Þannig Biblían algjörlega skýra því að við sem menn og konur, við eigum líka að geta gert tákn og undur og læknað og kraftaverk. Og við skulum ekki gleyma orðum Jesú Krists þegar hann sagði í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla 12. versi sannlega, sannlega segi yður, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri og hann mun vinna meiri verk af því að ég fer til föðurins. Hann segi við munum ekki aðeins gera sömu verk og hann gerði þegar hann gekk á jörðinni, heldur munum við gera meiri verk af því að hann reis upp og fór til föðurins og kom aftur. Og það mjög mikilvægt að átta sig á hver tilgangur kraftaverka og tákna og undra. Og tilgangur þeirra sá að við trúum á Guð, við tökum á móti Jesú og við vitum að Guð raunverulegur og við vitum hver hann Og þetta kemur fram í 2. Mósebók í 4. kafla og þessi kafli yndislegur og ef við erum með Biblíuna hjá okkur með alveg fletta upp á hann, við ætlum að lesa hann. Og þar í rauninni að finna samtal Móse við Guð þegar Guð að senda Móse til að leiða Ísraela úr þrældómi Egypta. Hann sem sagt búinn að smyrja Móse til þess að vinna þetta verk, sem nú ekkert lítið verk að vinna og þeir að eiga þetta samtal sín á milli. Þetta í 4. kafla. Í 2. Mósebók og hér stendur Móse svaraði og sagði en ef þeir trúa mér ekki og hlusta ekki á mig, hann að tala Ísraela, heldur segja Drottinn hefur ekki birst þér. Þá sagði Drottinn, hvað ertu með í hendinni? Staf, svaraði hann. Þá sagði Drottinn, varpaðu honum til jarðar. Móse varpaði stafnum til jarðar og hann varð að eiturslyngu og Móse hörfaði undan henni. Þá sagði Drottinn við Móse, réttu út höndina og gríptu halan á henni. Hann rétti út höndina, tók hann og þá varð hún aftur að staf í hendi hans. Þetta verður til þess að þeir geti trúa því að Drottinn, Guð feðra þeirra, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs hafi birst þér. Þannig að Guð notar tákn og undur og kraftaverk til þess að við trúum á Guð og
til þess að við trúum hans spámönnum og hans þjónum sem hann að senda til að vinna mikið verk. Síðan kemur hérna í 7. versi, mjög áhugaverð vers. Enn fremur sagði drottinn við hann, stingdu hendinni í barm þér. Og Móse stakk hendinni í barm sér, en þegar hann dró hana aftur út, var hönd hans hvít sem snjór af holdsveiki. Spáið þessu. Þá sagði drottinn, stingdu hendinni aftur í barm þér. Hann stakk hendinni í barm sér, en þegar hann dró hana til sín, var hann aftur orðin eins og annað hörund hans. Ef þeir trúa þér, hvorki né láta sannfærast af fyrra jarteikninu, og jarteikn er bara orð yfir kraftaverk, munu þeir láta sannfærast af hennu síðara. Þannig að Guð segir, ef þið trúi ekki eftir fyrsta kraftaverki, þá gerum við annað kraftaverk og þá munu þeir trúa. En farið svo að þeir trúi hvorki þessum 2 jarteiknum, né hlusti á þig, skaltu sækja vatn í Níl og ausa því á þurrt land. Þá verður vatnið sem hún sóttir í ána að blóði. Og svo kemur hérna 10. versi, þar sem að Móse er algjört krútt. Þá sagði Móse við drottinn, æ drottinn, ég hef aldrei málsnjall verið, hvorki áður fyrr né eftir að þú fórst að tala við mig, þjón þinn. Mér er tregt mál og tungutak. Þannig að þarna er Móse bara mjög óöruggur, dálítið kvíðinn, með lágt sjálfsmat og hann er ekki alveg til í að fara og gera allt þetta sem að Guð er að beða um að gera. Og drottinn svaraði honum, hver gefur manninu munn? Hver gerir hann mállausan eða heyrnarlausan, sjáandi eða blindan? Er það ekki ég drottinn? En farðu nú, ég verð með munni þínum og kenni þér hvað þú átt að segja. Þarna er drottinn að segja, ég mun gefa þér kraftaverk, tákn og undur til að fólk muni sannfærast og fylgja þér. Ég mun segja þér hvað þú átt að segja, ég mun tala í gegn þig. Ég mun segja þér hvað þú átt að segja. Móse sagði, æ drottinn, sendu einhvern annan. Hann er ekki til í þetta, hann er ekki að nenni þessu, honum langar 0 í þetta. Og svo kemur fram hérna í 14. versi, þá reiddist drottinn Móse og sagði, er ekki Levítinn Aron bróðir þinn? Ég veit að hann er vel máli farinn, hann er meira að segja í þann veginn að halda af stað til móts við þig og hann mun gleðjast af heilum hug þegar hann sér þig. Þú skalt tala til hans og leggja honum orð í munn, en ég mun sjálfur með munni þínum og munni hans og ég mun kenna ykkur hvað þið skuli gera. Svo segir hérna, þú skalt taka þennan staf þér í hönd og gera jarteiknin eða kraftaverkin með honum. Þannig að Guð segir, ok, taktu Aron með þér, hann er vel að máli farinn og þarna fór Aron með Móse og hann svolítið talaði fyrir Móse. Þannig að þeir fóru saman og Guð gaf Móse hvað hann ætti að segja og Aron sá síðan að tala við lýðinn. Og þarna skín líka í gegnum þessi vers boðskapur Guðs að hann geti framkvæmt kraftaverk í gegnum ósköp venjulega menn og konur. Bara venjulega manneski sem er að glíma við óöryggi, manneski sem er jafnvel með lágt sjálfsmat, manneski sem að jafnvel hefur engan áhuga á því að vera eitthvað rosalegu leiðtogi og gera eitthvað stórkostleg kraftaverk. Það er ekkert allir þar og Guð notar þannig fólk eins og Móse var til þess að gera stórkostlega hluti. Af því að það er ekki okkar máttur, okkar kraftur, það er ekki við, heldur hann. En það sem við hins vegar þurfum að gera, það er að eiga náið samfélag við drottinn. Við þurfum að eiga náið samfélag við Guð og trúa. Við förum betur í þetta síðar í lestunum. Nú í konungabókum það er sagt frá kraftaverkum sem að Elísa gerði, meðal annars þar sem hann hjálpaði fátækri ekkju að komast út úr skuldafeni með því að margfalda þá einu olíukrukku sem hún átti. Og allt í hennu voru bara heltist fullt af olíu og hún var búin að fylla fullt af olíukrukkum, þá gat hún seltar og þá gat hún komist út úr skuldafeninu og sonum hennar, synir hennar björguðust en það átti að setja þá sem þræla í staðinn fyrir skuldina. Og Elísa hjálpaði óbyrju að eignast son og þegar sádrengur lést þá gat Elísa reist hann við frá dauðum. Og hann gat líka setið þess að menn gátu éti nægju sína þegar það geisaði hungursneyð í landinu. Þannig að þarna eru venjulegir menn
sem að eiga svo náið samfélag við Guð, sem hafa gefið líf sitt til hans og Guð að vinna stórkostlegt kraftaverk í gegnum þá. Nú, Jósúa, hann gerði kraftaverk því að drottinn Guð var með honum. Það voru meðal annars mörg svona hernaðarleg kraftaverk. En ef til vill var stærsta kraftaverki sem að finna í Jósúa 10:13 þegar Jósúa stöðvaði sólina og tungli og sólin stóð kyrr á miðjum himni og nær heill dagur leið þar til hún settist. Það er rosalegt. Það bara stöðvaði sólina og tunglið. Og við höfum heyrt fleiri svona kraftaverk þar sem að einhver stöðvaði regn. Hver var það sem stöðvaði regn í 3 ár? Elía stöðvaði regn í 3 ár. Og við þekkjum líka öll söguna því þegar Móse rétt út hönd sína yfir hafið og hafið klofnaði svo Ísraelsmenn gátu gengið á þurru í gegnum það og hver síðan afdrif Egyptana urðu þegar þeir ætluðu að reyna að elta þá í gegnum hafið eða ganga á eftir þeim. Og einnig þegar stafur Móse eða Arons át stafi spámanna Faraós í Egyptalandi. Við höfum heyrt kraftaverkin sögur af því hvernig vatn spratt upp úr þurri eyðimörk. Vatn spratt fram úr þurrum kletti þegar Móse sló með staf sínum á klettin og fólk gat drukkið. Eða þegar Samúel hrópaði til drottins að senda þrumur og rigningu og drottinn sendi það jafn skjótt. Og síðan náttúrulega öll lækningakraftaverkin sem apostolarnir og lærisveinar Jesú gerðu sem við erum búin að fjalla rosalega ítarlega. Og við erum búin að lesa þessi vers, við erum búin að spá í þessu, við erum búin að skoða þau, við erum búin að greina það, við erum búin að fara yfir hvert einasta lækningakraftaverk hérna í þessum lestrum sem ofboðslega mikilvægt í að hjálpa okkur að byggja upp trú, að taka þetta lifandi orð og þennan sannleika Guðs og setja inn í hjarta okkar og trúa þessu og byrja síðan, og lykillinn að síðan í framhaldi að fara að lifa þetta og það það sem við ætlum að gera á eftir. Og við spyrjum af hverju, eins og ég sagði áðan, framkvæmir Guð þessi kraftaverk og lætur þjóna sína framkvæma kraftaverk og það sá að við trúum á Guð. Að við trúum því að Guð sé almáttugur, að hann geti allt. Og samfélag okkar við Guð byggir á trú. Það ómögulegt að þóknast Guði án trúar. Og það ekkert mikilvægara í þessu lífi en að sál okkar frelsist. Og til þess að sálin okkar frelsist þá þurfum við að trúa á Jesú Krist og trúa því að hann sé Guð. Við verðum að trúa, annars frelsast ekki sálin okkar og það tilgangurinn fyrir því að við erum hérna á jörðinu og þeir sem eru búin að stíga þetta skref bara til hamingju. Þetta mikilvægasta skref sem þú gast tekið, jafnvel þótt að þú gerðir ekkert annað allt þitt líf hérna á jörðinu að viti, en þó steigst þetta skref, þá ertu samt búin að uppfylla tilganginn þinn fyrir því að vera hérna á jörðinni og það mikilvægara heldur en að reka 20 fyrirtæki og verða moldríkur eða gefa til fullt af góðgeramála eða eignast fjölskyldu og 5 börn. Það ekkert sem toppar þetta. Og þannig að þetta fyrsta skrefið og þegar fólk sem vantrúað og forhert í hjartanu og þekkir ekki Guð, trúlaust eða trúleysingjar, þegar þessir einstaklingar sjá kraftaverkin, jafnvel upplifa þau, jafnvel læknast, einhver í þeirra vinahring læknast eða fjölskyldu, þá hefur það þau áhrif að þessir einstaklingar snúa hjarta sínu Guðs og fara að trúa og taka á móti honum. Og það þess vegna sem Guð gerir þetta. Þannig snúa þeir sér frá myrkrinu og að Guði sem ljósi. Og þegar að Jesús dó á krossi og reis upp frá dauðum, þá tók hann á sig alla okkar synd og fyrirgaf. Hann tók all afbrot, alla sök, alla miska, allan dóm sem að við áttum að sæta fyrir okkar syndir. Og hann tók þetta á sig og eyddi þannig aðskilnaði milli Guðs og manna sem að syndin skapaði og opnaði leiðina fyrir okkur inn í Guðsríkið. Og þetta útskýrt mjög vel af Jesús sjálfum í 3. kafla í Jóhannesar Guðspjalli, þar sem að Jesús er að útskýra þessa endurfæðingu eða hvað gerist þegar við frelsumst. Og hann segir að hver sem trúir á Jesús og játar það með munninum að Jesús Guð, að hann endurfæðist og frelsast. Amen. Og ef að þú ert að horfa núna í kvöld eða á netinu síðar og ert ekki búin að stíga þetta skref, að
uppfylla þennan frum tilgangin, þá langar mér núna til að biðja með þér litla bæn. Það eina sem þú þarft að gera að endurtaka þessa bæn eftir mér. Þá kemur andi Guðs inn í andan þinn, endurfæðir hann og þú færð nýjan anda, fæddan af Guði. Þá verður þú barn Guðs og þú öðlast inngönguna inn í himnaríki Guðs. Og þegar að þitt líf hér á jörðinni, þegar því lýkur, þá ferðu inn í ljósið, inn í Guðsríkið og ert í himnaríki Guðs að eilífi. Og það ekkert og enginn sem getur tekið þetta frá þér. Og nú ætlum við að fara með þessa bæn með einlægt hjarta. Góði Guð, kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð, ég trúi því að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Takk fyrir að ég fæ að lifa í þínu ljósi. Í þínum kærleika. Í þínu lækningu. Alla eilífð. Í Jesú nafni. Amen. Og svo þegar við höfum stigið þetta ofboðslega mikilvæga skref, að þá eru næstu skrefin þau að læknast. Það bara allsstaðar í Biblíunni. Við læknumst, tökum á móti lækningu Guðs og síðan lærum við að þekkja Guð. Og í því felst meðal annars að við förum að lesa í orði Guðs. Og ég sé að það er að koma fullt af spurningum og miklar umræður inn á TikTok. Spurningar vera afgreiddar algjörlega í lokin svo við getum haldið áfram í góðu flæði hérna. Þannig að læknast, það er að frelsast, læknast, þekkja Guð. Og í því felst að við knýjum á og leggjum okkur fram við að eiga náið samfélag við Guð. Það er engin aðskilnaður lengur. Við getum bara komið með djörfung og hugrekki frammi fyrir hásæti Guðs og sagt, heyrðu, hér er ég, dóttir, sonurinn. Ég bara ætla að taka á móti lækningunni, þú veist, hjálpaðu mér. Og við köfum ofan í orð Guðs því að Guð er orðið. Og það gerum við meðal annars með því að hugleiða Guð og hugleiða orð hans og hugleiða Jesú Krist. Og það samfélagi sem við eigum við Guð fer rosalega mikið fram í gegnum hugleiðslu og bæn. Og ég ætla að útskýra þetta betur á eftir. Og eitt af því sem að Guð hann er ekki bara kærleikur, hann er ekki bara frelsi, hann er ekki bara lækning, hann er ekki bara friður, hann er ekki bara stórkostlegur, yfirnáttúrulegur Guð, hann er kraftaverk. Það er það sem Guð er, það er eðli Guðs, það er kraftaverk. Og hann framkvæmir kraftaverk til að sýna okkur sinn kraft, af því að það er svo mikilvægt að við séum ekki í vantrú gagnvart því hver Guð er eða hvað hann getur gert. Af því að ef við erum í vantrú gagnvart því, þá getur hann ekki gert það sem við erum að biðja. Ef við trúum því ekki að hann lækna okkur, þá getur hann ekki lækna okkur, skilju. Af því að hann gaf okkur frjálsan vilja og val, og við erum að nota þennan frjálsa vilja og þetta val til þess að velja það að vera í trú gagnvart því hver Guð er. Og þá þurfum við á orðinu að halda, af því að ef við erum ekki grundvöldið í orðinu, þá höfum við ekki visku. Af því að Guð er viska, Guð er speki og hann gefur okkur það í þessari bók. Og það er mikilvægt líka að gera sér grein fyrir því að kraftaverk er ekki bara eitthvað sem að Guð gerði bara þegar Jesús gekk á jörðinni eða bara þegar Móse var og þessi spámenn og það sé bara eitthvað sem sé liðið og nú sé það ekki lengur að gerast. Guð hefur alltaf verið og mun alltaf verða eins, sá hinn sami og hann var. Og það kemur fram í Hebreabréfinu. Og í 1. Kórinthubréfi 12. kafla það segir skýrlega að við sem höfum fengið heilagan anda frá Guði, sem var að gerast núna í bæninni áðan fyrir þá sem voru ekki þegar búin að stíga það skref. Þegar við tökum á móti Jesú endurfæðast, við höfum líka fengið svokallar gjafir andans. Og það er í rauninni bara kraftur heilags anda, þegar við erum komið með heilagan anda sem starfar innra með okkur í andanum okkar. Og í 4. versi segir, mismunur er á náðargjöfum en andinn er hinn sami. Mismunur er á þjónustustörfum en drottinn hinn sami. Við höfum öll fengið tilgang og hlutverk í Guðsríkinu frá Guði. Þannig birtist andinn sérhverjum manni til þess að hann geri öðrum gagn.
Einum gefur andinn gáfu til að mæla speki, öðrum gefur sami andi kraft að mæla þekkingu. Sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Hann gefur okkur kraft til að lækna og framkvæma undur. Einn fær spádómsgáfu, annar hæfileika að sannreyna anda, einn tala tungum og annar að útleggja tungutal. Og öllu þessu, hérna segir í 11. versi, öllu þessu kemur eini og sami andinn til leiðar og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Og það er ekki þannig að Guð hefur ekki gefið þér þennan kraft. Guð hefur ekki gefið þér neina gjafir. Að Guð hafi ekki tilgangað hlutverk fyrir því, hann hefur tilgang fyrir þig, hann hefur hlutverk fyrir þig og hann hefur gjafir heilags anda sem hann hefur útbýtt og gefið þér. Og ef að þú hefur ekki fundið þennan tilgangað þetta hlutverk ennþá, að þá þarftu að fara að knýja á Guð og eiga samfélag við hann í huglaust og bæn og byrja að spurja hann, hver er minn tilgangur? Hvað er mér alltaf að gera? Hvert er mitt hlutverk? Hvaða gjafir hef ég öðlast? Guð, ef þú leitar hans með þetta, hann mun svara þér og hann mun sýna þér og hann mun gefa þér sýn. Við erum kirkja Guðs. Við sem höfum endurfæðst og tekið á móti Jesú Kristi, við erum kirkja Guðs. Og það er ekki þannig að Guð ætli sinni kirkju að vera veikburða eða veikmáttar og aum, heldur kröftug, máttug og yfirnáttúruleg. Í Markúsar Guðspjalli 16. kafla er sagt frá því þegar Jesús birtist lærisveinunum eftir hann var dáinn og upprisinn, hann bara annað kraftaverk, birtist hann eða tákn. Og það segir í 14. versi, seinna birtist Jesús þeim 11 þegar þeir sátu til borðs og ávítaði þá fyrir vantrú þeirra og þverúð hjartans, að þeir hefðu ekki trúað þeim sá hann upprisinn. Jesús sagði við þá, farið út allan heim og prediki fagnaðarerindið öllu mannkyni. Sá sem trúir mun hólpinn verða, en sá sem trúir ekki mun dæmdur verða. Þannig að hann tala munin á þeim sem eru frelsar og þeim sem eru ekki frelsar. Svo segir í 17. versi, en þessi tákn munu fylgja þeim trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Þeir verða heilir. Og þegar drottinn Jesús hafði talað þetta til þeirra, þá var hann numinn upp til himins og settist til hægri handar Guði og lærisveinarnir fóru út, predikuðu hvarvetna og drottinn var í verki með þeim og staðfesti boðun þeirra með táknum sem henni fylgdu. Hann staðfesti boðun lærisveinarna með táknum. Þannig að þegar við förum út og segjum frá Jesú og segjum frá því hvernig sálir einstaklingar geta frelsast, þá mun Guð staðfesta þessa boðun og svo leggjum við hendur yfir viðkomandi og byggjum fyrir lækningu, þá mun Guð staðfesta það með táknum og undrum og kraftaverkum. Og þannig fylgja tákn og undur þeim sem trúir og Jesús sagði, sá sem trúir getur allt. Sá sem trúir getur allt. Í 4. kafla Apostolasögunnar, það segir frá því að Pétur og Jóhannes höfðu safnast saman með lærisveinahóp Jesú og fóru einhuga. Þeir fóru einhuga að biðja til drottins meðal annars þessa bæn. Rétt þú út hönd þína til að lækna og lát tákn og undur verða fyrir nafn Jesú þíns heilaga þjóns. Þegar menn höfðu beðist fyrir, hrærðist staðurinn þar sem voru samankomnir og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. En í þeim fjölda sem trú hefði tekið var eitt hjarta og ein sál. Postularnir báru vitni upprisu drottins Jesú með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Það var eitt hjarta og ein sál og það er það sem langar svo að gera með ykkur á eftir þegar við förum í hugleiðslubæna. Við ætlum að vera með eitt hjarta og við ætlum að vera með eina sál. Og í 5. kafla Apostolasögunnar þar ber kaflinn yfirskriftina tákn og undur. Og þar segir að fyrir hendi postulana hafi mörg tákn og undur gerst meðal fólksins og
það er verið að segja frá því að með öllum sem táknum og undrum hafi fleiri og fleiri bæst við söfnin og fleiri tekið trú á Jesú. Og svo segir hérna í 15. versi að menn báru jafnvel sjúka út á strætin og lögðu þá rekkjur og börur verða mætti, Pétur gengi hjá, að alltént skugginn af honum fjall á einhvern þeirra. Það var nóg að skugginn af Pétri, ef hann myndi labba framhjá, myndi falla á eitthvað, að þá læknaðist hann. Svo segir hérna, einnig kom fjöldi fólks frá borgum umhverfis Jerúsalem og flutti með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum, þeir læknuðust allir. Þarna segir, þeir læknuðust allir. Við þurfum að hafa það í huga. Það er rosa sterkt að segja, þeir læknuðust allir. Og það getur verið ein ástæða fyrir því að Guð neitar að gera kraftaverk. Og það er beinlínis, og þetta er mjög mikilvægt, það er beinlínis hættulegt að heyra fagnaðarerindið Jesú Krist og sjá tákn og undur aftur og aftur, en samt afneita Guði og herða hjarta sitt gagnvart honum. Og það er mjög mikill boðskapur þetta í Mósebókum, og fyrir þá sem hafa lesið hvað gerðist fyrir Faró og þjóð hans, egypsku þjóðina, þegar að Guð kom með hvert táknið. Fyrst talaði hann til hans í gegnum Móse og Aron, Faró neitaði að hlusta, svo kom hvert táknið og það talaði 10 plágur sem voru látnar að dynja á þjóðinni, hver og eftir annari, og alltaf herti Faró og hjarta sitt gagnvart Guði, neitaði að hlýða, neitaði að hlusta, neitaði að trúa, og hver plágan var verri sem tók við. Og það endaði á því að Faró misti allt og eiginlega öll hans þjóð líka. Þetta var alveg rosalegt, þetta er rosalega sterkur boðskapur og viðvörun frá Guði. Ekki herða hjarta eitt gagnvart honum, takt á móti honum þegar þú heyrir fagnaðarerindi. Og svo líka þegar farísearnir urðu brjálaðir yfir kraftaverkum Jesú, þeir hertu hjarta sitt gagnvart honum, þeir sökuðu hann að vinna með djöflinum, en samt sem áður heimtu þeir meiri tákn. En Jesús sagði í Mattheus 16:4, vond og ótrú kynslóð heimta tákn, en eigi verður henni gefið annað tákn en Jónasar. Og í Jóhannesar Guðspjalli 4:48 sagði Jesús, þið trúið ekki nema að sjá tákn og stórmerki. Og Jesús sagði líka í Jóhannesar Guðspjalli 20. kafla, þú trúir að því að þú hefur séð, sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Og af hverju eru þeir sælir sem hafa ekki séð en trúa samt? Það er af því að þeir hafa meiri trú, sterkari trú, stærri trú. Og samfélag okkar við Guð byggir á trú. Þess vegna eru þeir sælir sem trúa á þess að hafa séð kraftaverkin og táknin. Og við erum að spyrja okkur, trúum við á þess að hafa séð? En við vitum að það er stór hópur fólks þarna úti sem mun ekki trúa á þess að sjá tákn, undur og kraftaverk. Og það er allt í lagi. Og Guð er með áætlun fyrir þessar sálir í Guðs ríki líka. Og það er að segja þessi kraftaverk, tákn og undur. Og svo er enn annar hópur, kannski þriðji hópurinn, sem er svo forhertur í hjarta sínu, svolítið eins og farísearnir voru, þar sem að afbrýðisemi og heift einhvern veginn yfirtekur allt, að það er alveg sama hvaða tákn og undir þeir sjá, eða hvað gerist, eða hversu oft þeir heyra fagnaðarerindi, þeir mun ekki trúa, þeir neita trúa og þeir snúa hjarta sínu frá drottni. Og því miður, þá mun þessi þriðji hópur þurfa að gangi gegnum þrenginguna miklu, sem að kemur eftir að við sem trúum höfum verið hrifin burt inn í himnaríki með Jesú Kristi á stórkostlegasta og fallegasta og besta stað sem til í allri veröldinni. Það er að vera á himnum með föðurnum. Þannig að það er gott að við viljum ekki lenda í þrengingunni miklu og við munum ekki gera það við sem höfum endurfæðst. Nú þá ætlum við að fjalla aðeins það hvernig gerast kraftaverkin og þessar kraftaverkalækningar, og við höfum verið að ræða rosalega mikið trú. Og þeir sem hafa ekki verið, það eru mjög margir að horfa á TikTokinu, þeir sem hafa ekki
verið með okkur á fyrri fundum, að þá mæli ég með að fara inn á Spotify, finna Frelseskirkjan, vefþættir þar og skoða þar lestrana sem eru þar og við erum líka með hugleiðslubænirnar þar og við erum líka á YouTube, það Frelseskirkjan. Þannig að heilagur andi starfar í gegnum trú okkar og við fórum nýlega í djúpt í þegar við vorum að tala að lifa í andanum, í hvernig og líka kraftaverkamáttur heilags anda vorum við að tala daginn, hvernig samspil heilags anda og trúar og hvernig heilagur andi lykillinn að kraftaverkunum. Það heilagur andi sem að framkvæmir, það kraftur heilags anda sem að framkvæmir kraftaverkin. Það ekki við, heldur kraftur heilags anda í gegnum okkur. Og til þess að kraftur heilags anda geti komist að, geti starfað í gegnum okkur, þá þarf hann að komast að og þess vegna þurfum við að minnka og Kristur að stækka. Þess vegna þurfum við að lifa í andanum, ekki í holdinu. Við þurfum að afneita sjálfum okkur og taka upp krossinn daglega. Og í postulasögunni, og ég mæli með að lesa hana í Biblíunni, það sagt frá svo mörgum kraftaverkum sem postularnir gerðu. Til dæmis sagt frá því hvernig í 19. kafla hvernig menn lögðu dúka og flíkur af Páli yfir sjúka og þá hurfu veikindi þeirra og þeir læknuðust bara að vera með flík af Páli og svo mögnuð var trúin orðin og kraftur heilags anda sem að fylgdi Páli að hann varði einhvern veginn eftir í fötunum hans líka. Og síðan sagt frá því í 9. kafla 34. versi í postulasögunni þegar Pétur var að ferðast og vitja allra að hann kom til hinnar heilugu sem átti heima í Lítu. Þar fann hann mann nokkurn Eneas að nafni, í 8 ár, hafði legið rúmfastur. Hann var búinn að vera rúmfastur í 8 ár og hann var lamaður. Og Pétur segir við hann, Eneas, Jesús Kristur læknar þig, stattu upp og bú þig, jafn skjótt stóð hann upp. Og allir sem átti heima í þessum bæ, þessum Lítubæ, sáu hann og snéru sig til drottins. Þetta eina kraftaverk var til þess að allir þorpsbúarnir eða bæjarbúarnir snéru sig til drottins og fóru að trúa hann. Þannig að það eru ofboðslega margar sögur það hvernig postularnir gengu og gerðu tákn og undur og kraftaverk. Og ég trúi því, það það sem Guð hefur sagt til mig, að tími kraftaverkana upprunnin núna. Að Guð ætlar að fara að gera tákn og undur sem aldrei fyrr í okkar heimi, í okkar samfélagi og allan heim til þess að sálir fara að snúa sig til hans. Við vitum að við erum komin dálítið langt í endatímana eða að endatímanum. Við vitum það að við fylgst með táknunum í Biblíunni sem við erum að fylgjast með. Og ég trúi því að það verði mikil hröðu núna í frelsun sálna allan heim og þess vegna ætlar Guð að fara að gera kraftaverk og tákn og undur. Í Rómverjabréfinu 15. kafla, og þetta rosalega mikilvægt að við áttum okkur á því að það ekki við í okkar mannlega mætti sem erum að lækna og gera kraftaverk, heldur kraftur heilags anda í gegnum okkur. Þetta bara mjög mikilvægt að við aðgreinum þetta tvennt. Og í Rómverjabréfinu 15. kafla, það Páll að tala í 17. versi og hann segir, það sem ég vinn til lofs í augum Guðs verk Jesú Krists í mér. Ekki skal ég dirfast að nefna annað en það sem Jesús Kristur hefur unnið mér til þess að leiða heiðingja til hlýðni. Og þarna hann bara að meina til þess að leiða ófrelsaða sálir til þess að frelsast. Til þess hefur hann styrkt mig til orða og verka með máttugum táknum og stórmerkjum í krafti heilags anda. Hann hefur styrkt mig með máttugum táknum og stórmerkjum í krafti heilags anda. Og í mínum huga þetta mjög mikill léttir. Af því að ef ég var eitthvað, ok, núna þarf ég að fara þarna út og ég þarf að fara að kraftaverka lækna og ég þarf að fara að gera tákn og undur og kraftaverk, það verður rosalega pressa. Ég bara, ég myndi aldrei fara út, ég myndi ekki geta gert þetta því að ég geti þetta ekki. En ef ég veit, já ok, þetta ekki ég, þetta heilagur andi sem verkar í mér. Þetta Guð, þetta Jesús Kristur í mér. Eina sem ég þarf að gera er að hlusta á Guð, eiga samfélag við hann og gera það sem hann segir mér að gera. That's it. Þannig að það svona léttir svolítið pressun á okkur. Og í síðara bréfi Páls til Kórintumanna í 12. kafla 11. versi, þar segir,
því að í engu stóð ég hinum stórmiklu posturum á baki enda þótti sé ekki neitt. Ég gerði postulatákn á meðal ykkar af mikilli þrautseigju, tákn, undur og kraftaverk. Tákn, undur og kraftaverk. Og í Sálmi 77, 14. versi segir, þú ert sá Guð sem vinnur máttarverk og þú birtir máttinn meðal þjóðanna. Og það er það sem Guð ætlar að gera. Og við spyrjum okkur kannski, við sem höfum verið að bíða eftir kraftaverki, við höfum verið að bíða eftir lækningu, við höfum verið að biðja fyrir lækningu, biðja fyrir kraftaverki, biðja fyrir umbreytingu lausn en ekkert gerist eða lítið gerist og við ætlum að fara aðeins í orð Guðs þetta áður en við förum inn í hugleiðslu bænina. Og kennslan sem ég var daginn var að fjalla það að lifa í andanum og hvernig andinn holdið stríði gegn andanum. Og Páll sagði það sem ég vil gera, ger ég ekki, það sem ég vil ekki gera, ger ég. Hvað eru margir hérna inni sem hafa einhvern tímann tekið ákvörðun að borða ekkert eftir kvöldmat en svo klukkan 9 og þá hafa þeir farið að fengja sér ís eða nammi eða snakk eða eða hvað eru margir sem ætluðu að snemma á fætur og fara í ræktina en enduðu síðan bara á að sofa út. Eða hvað eru margir inni sem eru bara kvöld ætla ég að lesa í biblíunni allt kvöldi og síðan bara eitthvað enda á hámhorfa á Netflix. Hvað eru margir sem voru bara eitthvað, ég ætla aldrei aftur að missa stjórn á skapinu mínu, aldrei aftur. Og svo kannski nokkru dögum seinna ertu farin að hvæsa á makann eða börnin eða einhvern annan eða sjálfa þig kannski. Og eða þá að við ætlum að hætta að reykja, eða hætta að drekka, hætta að dópa. Og aldrei aftur gera þetta og síðan daginn eftir erum við komin í sama rugli. Eða við sýnum einhverjum fyrirreikningu að því að við erum fúl út í viðkomandi í staðins að fyrirgefa og sýna kærleika. Og þetta er þessi barátta. Holdið versus andinn og við lendum öll í þessu. Við lendum öll í þessu og þess vegna tala þetta í biblíunni. Og það er þessi vandi hinn kristna manns að lifa ekki öllu sínu lífi í holdinu heldur sækjast eftir því að lifa í andanum. Og holdi getur meðal annars verið stolt, hræsni, lastmælgi, freistingar af öllu tagi, græðgi, öfund, ótti, hræðsla, losti, hatur, niðri, vantrú, skurgu og svo framvegis. Og ef við erum föst í holdinu, ef við erum að biðja í holdinu, þá erum við ekki að meðtaka kraft heilags anda og lækninguna og kraftaverki inn í líf okkar. Og ég var að horfa á predikun frá trúalæknir sem heitir Benny Hinn, sem er bara heimsfrægur, hann er ótrúlega magnaður trúalæknir og hann er að halda mörg þúsund manna samkomur allan heim og hans samkomur eru þannig að bara eftir samkomuna þá er bara að hrúa af tómum hjólastólum, þú veist. Það eru bara því líku kraftaverkin og lækningarnar sem eru að eiga sér stað á hans samkomu. Hann heitir Benny Hinn, ef þið kannist ekki við þetta, þið getið farið, googlað þetta á, fundið þetta á YouTube til dæmis. Og hann var að tala þetta, að til þess að við getum tekið á móti lækningunni og kraftaverkinu, þá þurfum við að biðja í andanum og dvelja í andanum, ekki holdinu. Og í þessu felst, og það segir í bréfi Júdasar, en þið elskuðu, byggið ykkur sjálf upp í helgustu trú ykkar, biðjið í heilugum anda, látið kærleika Guðs varðveita okkur og bíðið eftir að drottinn vor Jesús Kristur sýni ykkur náð. Og þarna eru 4 lyklar. Við erum að byggja okkur upp í trú. Það er að segja byggja upp trú okkar. Við erum klárlega búin að vera að gera það. Undanfarna vikur og mánuði. Klárlega. Við erum að biðja í anda. Það þýðir að við erum ekki bara að rembast eins og rjúpa með staurinn við að reyna að biðja aftur og aftur og aftur og aftur og biðja í ótta, biðja í vantrú. Það er bara að biðja í anda. Við erum að vera í kærleika Guðs og bíða eftir Guði. Og lækningin, kraftaverkið, kraftur heilags anda á sér stað í hinni ósýnilegu veröld, í hinni andlegu veröld og enska orðið yfir þetta the spiritual realm. Ég kalla það stundum orkuheimur, þetta stundum kallaðar andaheimur eða hinn ósýnilegi heimur. Það er þar sem að heilagur andi starfar og við hættum að reyna að rembast eða krysta fram eða þvinga fram lækninguna eða lofur Guðs,
heldur við gefumst upp. Það er total surrender. Við gefumst algjörlega upp fyrir heilugum anda og gerum ekki neitt nema að bíða. Og fókus á Jesú Krist. Og í þessu felst að við förum í hugleiðslu, við setjumst niður í ró og næði og við erum kjur. Guð segir, be still and be quiet. Við erum kjur, við erum hljóð og við bíðum eftir heilugum anda. Og það er þessi lykill, þessi brú frá holdinu yfir í andan. Það er að vera kjur, að vera hljóð og bíða eftir heilugum anda. Og í ensku, Jesaja 40:31, þar segir, en þeir sem vona á Drottinn fá nýjan kraft, þeir fljúga á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Og í ensku þýðingunni er þetta orðað þannig, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Þeir sem bíða. Og það er oft notað þetta orð, sá ég í íslensku þýðingunni vona í staðinn fyrir bíða í ensku þýðingunni, en þetta er sama merkingin. Við bíðum eftir Guði og vona því bara, ég er að bíða og vænti þess að öðlast það sem ég hef verið að biðja um. Í Sálmi 27 þar segir, já, vona á Drottinn, ver öruggur og hugrakkur, vona á Drottinn. Í ensku þýðingu segir, wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Við erum að bíða eftir Guði. Og þetta þýðir að við þurfum að vera tilbúin til þess að taka tíma til þess að setjast niður, einin í herbyggi og fara inn í búblu með Guði og sitja og vera kjur og ekki tala og bíða. Og það er bara mjög erfitt fyrir mjög marga í þessu hraða, streitumikla samfélagi sem við lifum í. En við ætlum að gera þetta núna í hugleiðslubæninni. Í Sálmi 41, þar segir, stöðugt vonaði ég á Drottinn, hann laut niður að mér og heyrði ákall mitt. Hann dró mig upp úr glötunargröfinni, upp úr fúafeni, veitti mér fótfestu á kletti, gerði mér styrkan í gangi. Og hérna segir, I waited patiently for the Lord. He brought me out of a horrible pit. Mjög sterkt. Og í Sálmi 46:10 segir, be still and know that I am God. Vertu kyrr og vertu viss að ég er Guð. Og það eru fleiri vers sem við ætlum ekki að fara í núna, sem að fjalla þetta, mörg í sálmunum, sem að fjalla það að bíða eftir Guði, að sálin bíða eftir Guði, og að því að við vitum að von okkar kemur frá honum, lækning okkar kemur frá honum, kraftaverki okkar kemur frá honum. Þannig að þegar við erum kjör, hljóð og við bíðum eftir heilugum anda, það er þá sem að heilagur andi birtist og afhjúpa kraft sinn. Það er þá sem að yfirnáttúrulegur kraftur opinbera sig eða manifestast. Og þess vegna er hugleiðslubænin svona mikilvæg og það er ekki, og þetta tengist líka versunum það þegar við hvílumst, þá vinnur Guð. Þegar við erum að vinna, þá hvílir Guð. Og þannig erum við að hvílast algjörlega og gera ekkert, og bíða eftir honum, hann kemur. Amen. Og þess vegna er hugleiðslubænin svona mikilvæg og við ætlum að fara í hana núna, sem við ætlum að taka bara þann tíma sem þetta tekur. Ég veit ekki, kannski er þetta 10 mínútur, kannski verður þetta 20 mínútur, við viljum bara taka þann tíma sem þetta tekur til þess að bíða eftir heilugum anda. Og þegar við förum inn í þessa hugleiðslubæn, þá þurfum við að slaka á. Við getum ekki tekið á móti krafti heilans anda, við erum öll spennt og stressu og stíf. Við þurfum bara að slaka á, vera kjur, vera hljóð og bíða. Og þegar við förum í það ástand, þá biðjum við og erum að biðja í andanum, hvað er það sem þú vilt? Við höfum líka talað oft hérna, við þurfum að vera skýr það sem við viljum fá. Hvað viltu fá? Ef þú veist ekki hvað þú vilt, hvernig ætlar að fá það? Og mér langar til þess að þið hafi eitthvað ákveðið bænarefni á hjarta, hvort sem þetta er lækning, ykkar eigin eða einhver sem þið þekkið, sem þið viljið biðja fyrir lækningu. Það getur verið
einhver lausn, það getur verið einhver blessun, það getur verið bara eitthvað kraftaverk sem þið þurfa að halda, eitthvað í ykkar nána sambandi, í fjölskyldun ykkar, það getur verið hvað sem er. Og ekki láta ykkur koma óvart ef að þið farið að heyra lofgjörð innra með ykkur í hugleiðslubæninni, það er bara fullkomlega eðlilegt, það er söngur sem að tengir okkur við Guð og hans nærveru og ekki láta ykkur koma óvart ef þið farið allt í einu að hristast og skjálfa mjög kröftulega, að það er kraftur heilags anda og þá oft byrja maður að hristast og titra og það getur verið mjög skrítið og ekki heldur láta ykkur koma óvart ef þið bara allt í einu detti niður eða þið heyrið heilan anda að segja leyfðu þér að leggjast niður, leyfðu þér að detta niður og farið þá eftir í muni hvað ég sagði, total surrender, algjör uppgjöf og ekki hræðast það, allt í lagi. Getur vel verið ef að þið finnið einhvern ótta en ekki láta hann taka yfir. Bara afhenda þetta heilags anda. Þannig gefumst við algjörlega upp fyrir honum og við bjóðum líkama okkar fram til hans sem lifandi fórn. Það kemur fram í Rómverjabréfi 12. kafla. Og svo æfum við okkur í að dvelja í nærveru Guðs, í Guði, í þessum andlega heimi, eða the spirit realm, og dveljum þannig í andanum og lifum í andanum. Og þarna vísa ég í Sálm 91, það sem segir, sá sem situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka. Í ensku þýðingunni segir, he that dwelleth in the secret place of the most high. Sá sem dvelur í leynistað hins hæsta, sem er þessi andlegi heimur, það sem hásæti hans er. Við ætlum að dvelja þar. Við ætlum að eiga heima þar. Ekki bara heimsækja smá, heldur ætlum að dvelja þar. Og það eru mörg vers í Biblíunni sem tala um þessa ósýnilegu veröld, eða spirit realm. Ég ætla ekki að fara í það núna, en við erum að dvelja þar með Guði. Og þegar við förum að æfa nærveru Guðs, þá förum við að þekkja hann, þá fyrir við að umbreytast, að því við umbreytumst, það er svo mikil umbreyting þegar við erum í nærveru Guðs og oft grátum við mikið að því það er svo mikil lækning sem er að eiga sér stað og þá fyrir við að sjá hann og hann sagði, sælir eru hjartarhreinir því þeir munu Guð sjá. Við fyrir að sjá Jesú í hugleiðslunni, við sjáum hann bara, við sjáum ljósið hans, við sjáum hann hjá okkur og í kringum okkur, við fyrir að sjá Guð og þekkja hann meir og meir. Þannig að nú ætlum við að fara í þessa hugleiðslubæn og í rauninni bara byrja á því að slaka á, síðan ætlum við að gefast upp og bjóða líkamann okkur fram til hans sem lifandi fórn. Við ætlum að setja bænarefni okkar til hans. Þannig að það sé alveg skýrt hvað er það sem við viljum öðlast og síðan ætlum við bara að vera kjör, vera hljóð og bíða eftir heilugum anda. Bíða eftir að hann komi. Það bjóði bara að draga djúpt inn andan og bara slaka á líkamanninum. Bara slaka á öllum líkamanninum. Og loka augunum. Og ég bara afhendi þessa hugleiðslubæn í þínar hendur Drottinn og alla þá sem hér eru inn í þitt ljós. Ég þakka þér fyrir heilagur andi, að þú ætlar að opinbera og afhjúpa kraft þinn hér í kvöld. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur okkur traust og trú inn í hjarta okkar til að taka á móti stórkostlegum kraftaverkum, stórkostlegri lækningu og blessun í Jesú nafni. Og í Jesú nafni þá bara veljum við að dvelja í þér, Drottinn, núna. Og við bjóðum fram líkama okkar sem lifandi fórn til þín, Drottinn.
og við gefumst algjörlega og fullkomlega upp fyrir þér, heilagur andi. Og gefum þér leyfi til að taka algjörlega yfir. Og nú ætlum ég að bjóða hverjum og einum að bara afhenda bænarefnið. Núna til Guðs, hvað sem það kann að vera. Og núna ætlum við bara að sitja og vera kjur, vera hljóð. Eða liggja, það er allt í lagi að liggja líka. Og bíða eftir þér, heilagur andi. Komdu, heilagur andi. Vertu velkominn hér í kvöld. Við elskum þig. Og leyfðu þig bara að heyra lofgjörð í hjartaniðinu. Hvort sem það er halleluja eða Jesús eða eitthvað sem kemur upp í hjartaniðinu. Leyfðu þig bara að hlusta á hana. Og ef það kemur fyrir að hugurinn reynir að fara eitthvað annað, þá skaltu bara byrja að hugsa lofgjörðina aftur. Það getur verið bara einfalt halleluja, 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 halleluja. Að setja fókusinn á hann.
Í Jesú nafni. Vertu heil, vertu heill. Í Jesú nafni. Meðtaktu heilagan anda og smurningu Drottins núna. Fyrir benjar Jesú Krist. Ertu heilbrigður í Jesú nafni. Í Jesú nafni hasta ég allt myrkur og rek það burt. Og staðinn kemur fylling frá heilugum anda. Í Jesú nafni meðtaktu smurningu heilags anda. Halleluja.
Nú ætlum ég að sjá fyrir þér, ímynda þér sjálfan þig eða það sem þú varst að biðja það sem þú varst að biðja fyrir. Eins og þessi þegar orðið, ég ætla að biðja að sjá þetta núna fyrir þér í huganum, í hjartanu, ljóslifandi. Eins og kraftaverki lækningi sé þegar orðin. Sjá þetta fyrir þér. Og segðu takk heilagur andi. Takk Jesús. Takk fyrir lækninguna, takk fyrir kraftaverkið, takk fyrir blessunina. Amen. Mér var bara opna augun hægt og rólega.